Ísland eitt skattpíndasta landið í heiminum, það bara þannig. Það ekki vera betra að vinna hjá hinu opinbera heldur en hjá atvinnulífinu sem einmitt stendur undir hinum opinbera rekstri. Áhersla á sjálfbærni, hvaða undirþátt sem við erum að tala hún kemur auðvitað aldrei í staðinn fyrir góðan rekstur. Tekjur hins opinbera hafa aukist 150% og útgjöldin 170%. Þetta auðvitað áhyggjuefni. Það ekki til land í heiminum sem með háa landsframleiðslu á mann og litla eða enga orkunotkun. Það ekki til. Það að hækka laun svona mikið, það hefur áhrif á verðbólguna sem aftur hefur áhrif á vextina. Við erum búin að vera í einhverjum allt öðrum takti, heldur en takti sem að samræmist verðstöðuleika. Það fullkomlega eðlilegt að það sé launamunur vegna þess að fólk vill fá aukna umbun fyrir ábyrgð, menntun og reynslu. Það bara fullkomlega eðlilegt. Við höfum einhvern veginn vanið okkur á það. Við höfum verið að hækka laun allt og mikið, langt umfram í rauninni það sem innistæða fyrir í hagkerfinu og það af því að við vitum að fyrir utan aðföngin þá langstærsti kostnaðarlegur fyrirtækja laun og launatengd gjöld. Yfir 60% af öllum verðmætum sem við sköpum í landinu rennur til launafólks. Þannig við vitum að það að hækka laun svona mikið, það hefur áhrif á verðbólguna sem aftur hefur áhrif á vextina. Við erum búin að vera í einhverjum allt öðrum takti, heldur en takti sem að samræmist verðstöðuleika. Það að segja, ef við horfum bara að við tökum hækkuna, því þú nefndir einmitt tölur, þú nefndir hækkuna á lægstu launum, að því kjarasamningarnir, þeir snúast þetta, það verið að semja, það verið að semja launastefnu, það verið að semja kostnaðarmati, það verið að semja forsendaákvæðin og allt þetta. Og það sem við sjáum þetta bara sögulega séð að það hefur verið og það eðli málsins samkvæmt mikil áhersla á þetta lægstu launin. Vegna þess að þetta fólki sem ekki launin sín sjálf sem á taxta og ef við horfum bara síðustu 5 ár þá hafa þessi lægstu laun, þau hafa verið að hækka 9% að meðaltali. Ef þú tekur síðustu 15 ár þá hafa þau verið að hækka 7,8%, síðustu 10 ár 7,8% og síðustu 15 ár þá hafa verið að hækka 8%. Þetta samræmist ekki verðstöðuleika vegna þess að það sem gerir síðan í kjölfarið að launahækkanirnar þær leita upp launastæðan. Eðlilega, fólk auðvitað vill fá umbun fyrir reynslu og fyrir menntun og svo framvegis og aukna ábyrgð. Þannig að við höfum bara í prinsipinu held ég verið á rangri vegferð hvað þetta varðar. En af því að einmitt aðstæður voru með þeim hætti að það var bara núna í tengslu við síðustu kjarasamninga sem við gerðum og þeir voru alls ekki fullkomnir og það í raunni kemur ekki ljós fyrir en eftir einhver tíma hvaða árangri eða hvort að þessi breytta launastefna sem við náðum að semja skili raunverulegum árangri en aðstæðunar voru þannig að það var bara alveg gríðarlega mikill samtakamáttur, bæði meðal atvinnulífsins en eins líka meðal viðsemjenda okkar. Það sem til dæmis við vorum að gera núna í þessum síðustu samningum, það var að við vorum að semja við, við fórum að staðin í viðræðurnar, þar sem að við vorum með 93% af verkalýðshreyfingunni á móti okkur. Það var svo breið samstæða og þegar þú ert með svona breiða samstöðu þá nærðu þetta móta stefnu sem að nærðu þetta miklu betur utan launabreytingar á vinnumarkaðnum í heild sinni. En lykilatriðið og það sem að ég held að bæði fyrirtæki og eins líka hið opinbera og bara við þurfum að gera okkur grein fyrir. Það að kostnaðarmat á kjarasamningum eitt en síðan verðum við að passa okkur að við verðum að halda okkur við línuna. Vegna þess að leið og ofan á kostnaðarmat kjarasamninga bætist þetta launaskrið. Og það það sem að í rauninni tilgátan okkar, rannsókna tilgátan, ef svo má orðið komast, snýst núna. Það að meta það hvort að þessi launastefna sem við sömdum núna, hún sé í rauninni betri, hún skili minna launaskriði, heldur en svo stefna sem að við höfum verið að keyra kannski undanfarin 5, 10 eða 15 ár. Af því að þetta í fyrsta skipti núna sem að svona stefna sem í miklu meira jafnvægi, það miklu minni munur á almennum launahækkunum og svo aftur hækkunum á lægstu taxtanum. Og þetta þetta lykilatriðið, þar sem að við þurfum að muna. Það ef við ætlum að halda í stöðuleikann, verðstöðuleikann, þá eðlilegt að vera að horfa til þess að þetta laun sé að hækka þetta 3-4%. Ekki eins og við höfum verið að gera síðustu 20 ár, 7-8%. En þetta heilmikil áskorun og þetta þetta bara rosa mikil hegðunarbreyting sem þarf að eiga sér stað. Fólk þarf að fatta og finna, já, ok, það það þess virði að halda í sér núna til þess að ná niður verðbólgunni, til þess að við getum séð
umhverfið það sem að vextinni lækka, af því að það betra fyrir alla, bæði fyrir fyrirtækin, fyrir framtíða verðmætasköpunina og eins líka fyrir heimilin. Já, þetta var hörku ræða. Sko. Ég sagðist í atvinnupólitík. Já, greinilega. Heldur þú fara einhvern veginn í pólitík? Nei. Ekki? Nei. Ég hef ástríðu fyrir og ég elska business og rekstur. Og þú veist, þetta það ekki bara rekstur? Getur ekki orðað svona Reagan Economics stjórnmálamann? Nei, sko, málið bara, þú veist, ég lærði þetta, ég er búin að vinna við þetta í 20 ár, ég bara brenn fyrir fyrirtækjarekstur og ástæðan fyrir því að ég nýt mín í þessu starfi sem ég í núna, það vegna þess að ég að vinna fyrir fyrirtæki að því að bæta rekstrar umhverfið. Þú veist, það og mér finnst skipta mjög miklu máli að það sé fólk sem með þekkir fyrirtækjarekstur sem að í þeim verkefnum að leiða samtökin áfram í einmitt þessum mikilvægum málum, bæði því að gera kjarasamninga sem eru bara risa stórt efnahagslegt verkefni, en eins líka að vinna að hagsmunagæslunni og því að bæta starfsumhverfi fyrirtækja. Finnst þið verið of mikið af fólki á Alþingi sem að þekkir ekki atvinnurekstur? Stórsopi. Ég ætla alls ekki að segja það. Það er bara alls ekki. Ég held að það sé á nákvæmlega sama hátt eins og það er mikilvægt fyrir samtök eins og samtök atvinnulífsins að það sé fólk með rekstrarreynslu þar. Þá held ég sé mikilvægt og eftirsóknarvert líka að það sé fólk með rekstrarreynslu inn á Alþingi. En það þetta, ég held að sé krefjandi að vera í pólitík, alveg eins og það er krefjandi að vera í atvinnupólitík. En guð minn góður hvað þú í rauninni hefur tækifæri til þess að vinna að mörgum verkefnum. Ef þú hefur áhuga á umbreytingu, þar að segja, þú veist, aldrei breyta bara til að breyta, heldur umbreytingu til þess að bæta, þá örugglega það að vera einmitt inn á Alþingi og það að vera í hagsmunagæslu. Þetta einhver áhrifamestu störfin sem þú getur tekið fyrir hendur. Og að því við vorum að tala ég var að tala hlutfallið sem að af landsframleiðslunni sem fyrir laun, þeir sem eru í forsvari fyrir hið opinbera, ríkið tekur til sín hátt í helming af allri verðmætasköpun á Íslandi, eða sérst ríkið og sveitarfélögin. Þannig að þú getur haft alveg gríðarlega mikil áhrif inn á Alþingi, þannig að ég ætla bara rétt að vona að fólk með alls konar reynslu. Finnst þér eðlilegt að ríkið taki 50%? Þú veist að ég kemur annar stór sópi. Já, ég skal þá aðeins bladra til að undirstrika þennan punkt, út af því að ég var nefnt var að ræða þetta við Þór Pálsson og Heiðar Guðjónsson á live-sjónu núna bara á þriðjudaginn, og ég einhvern veginn var að fara rauk fyrir því að við verum ennþá í ákveðinu svona COVID-hugsunarhætti, þar að segja að við værum aldrei að spyrja okkur svona stóra spurninga, bara við vorum alltaf svona einhvern veginn að meta svona, já, ríkið á að taka plus mínus 1-2%, eftirlitið á að vera svona, það má svona taka svona örlítinn svona smá breytingarskref í átt að einhver, og mér finnst við spyrja örsjaldan þeirra spurninga bara, er eðlilegt að ríkið taki 50% og er eðlilegt að ríkið sé með jafn mikið eftirlitshlutverk og raunbæru vitni, og nú ætla ég ekkert eitthvað reiður út í eftirlitshlutverki per se, ég ætla mér til að ef það kemur upp á hattinum að Eimskip og Samskip voru í samráði, að þá það graf alvarlegt og það bara mikil straumhvörf á til dæmis þessu Ölgerðin sem mjög pirrað að mér skilst núna líka út í þau ef það er rétt. En svona breiðalínunar, bara, já, ríkið tekur 50%, þannig að helmingin árun erum við að vinna ókeypis. Hvað finnst þið það eðlilegt? Þetta reyndar ekki alveg 50%, en þetta ég held að hlutfallið sé komið upp í 42% eins og staðan akkur núna. Það er náttúrulega og þegar maður er að svara þessari spurningu, þá held ég að sé mjög mikilvægt að hafa, eins og ég veit að þú gerir, að hafa gögnin og tölurnar til hliðsjónar. Og ef við horfum á útgjöld hins opinbera og hvernig þau hafa vaxið frá árinu 1980 fram til dagsins í dag, þá sjáum við það að raunvirði, þá búið leiðrétta fyrir verðbólguna, þá eru það að vaxa 4% árlega. Þetta er meira heldur en hagvöxtur á Íslandi á þessu sama tímabili. Við sjáum það ef við tökum útgjöld hins opinbera, þá er ég bæði að tala um ríki og sveitarfélögin, útgjöld hins opinbera á mann 1980 og aftur 2023, að þá erum við að sjá það tekjur hins opinbera hafa aukist 150% og
útgjöldin 170%. Þetta eru þetta áhyggju efni. Ég ekki að segja það að við eigum að spóla tilbaka og vera aftur eins og búa við í rauninni umhverju eins og það var 1980, alls ekki, vegna þess að guð minn góður, það hefur auðvitað alveg ótrúlega margt gerst og við búum í framúrskarandi samfélagi í dag. Það sem við hins vegar verðum að passa og gæta, það að það sé í rauninni að ríkis eða rekstur hins opinbera sé sjálfbær og við verðum að gæta og ef að hið opinbera tekur of mikið til sín að þá mun það draga úr verðmætasköpun og það mun þar að leiðandi draga úr aftur tekjum hins opinbera og það sem að við tölum fyrir hjá samtökum atvinnulífsins númer 1, 2 og 3 það við erum svolítið að hætta held ég að tala þið vitið einstaka útgjaldaliði eða það fara svona margir milljarðar í þetta eða það vantar svona margar milljónir þarna það sem við eigum að fara að tala í opinberu rekstri það árangur og við að horfa á, ég held að á nákvæmlega sama hátt eins og öll fyrirtæki fara reglulega í gegnum endurmat á sínum útgjöldum vegna þess að það eru alltaf og stöðugar áskonar og breytingar sem eiga sér stað í umhverfinu og í samkeppninu og svo framvegis. Þá þarf við opinbera að gera það líka reglulega og það bara frábær tímapunktur núna held ég að fara í með endurmat á útgjöldum hins opinbera og skoða árangurinn af í rauninni verkefnunum sem verður að setja opinbert fé í og horfa til þess þegar verður að taka ákvarðanir fjármögnun. Af því að alveg svo þú segir, einmitt, við erum útgjöldins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu eru óvíða hærri og við erum sem sagt, Ísland eitt skattpíntasta landið í heiminum, það bara þannig og ef við skattleggjum okkur of, þá gerist hvað? Viðskiptavinirnir, það að segja fólk og fyrirtæki, fara bara eitthvað annað. Þetta bara nákvæmlega eins og í almennur rekstri. Þú verður að vera samkeppnishæfur. Hvað þú ert aldrei að fara að segja mér hvað ríkið á að skera niður sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en svona gut feeling siggumöggu hvað heldur þú að ríkið getur skorið niður? Nú færðu alveg brjálæðislega pólitískt svar þá verður líka að lofa mér að svara þú ferði í pólitík hvað með pólitíska svari? Pólitíska svari sem ég verð að gefa eru þetta þannig að það hvar á að skera niður það undir þeim komið sem fá lýðræðislegt umboð í kosningum að ákveða það nefnilega þjóðin sem ræður og þegar kemur einmitt að því að meta hvernig á að ná tökum á útgjöldum hins opinbera, þá verða menn einmitt að fara í bara úttekt og endurmat og menn verða að skoða hvaða árangur það sem ég ætlast til þess að ná með viðkomandi útgjöldum. Það held ég lykil atriðið, en annað sem við verðum líka að passa á, það auðvitað, við erum núna undanfarin ár og það finnst okkur auðvitað mjög leitt, við erum undanfarin ár búin að vera að reka hið opinbera og reka ríkið með halla. Og það þýðir að við erum sem sagt, þó að hlutfallslega séu við kannski ekki mjög skuldsett þjóð í samanburði við margar aðrar, þá það samt þannig að vaxtagjöld ríkisins eru há í alþjóðlegum samanburði og það þýðir að vaxtagjöld eru einn af stærstu útgjöldaliðum ríkisins. Og þetta þýðir það, ef við horfum bara til dæmis á núna fjárlögin sem eru fyrir alþingi þessa dagana, að þá í rauninni kannski 4 manna fjölskylda á næsta ári að borga 1,2 milljónir í vaxtagjöld. Þetta peningar sem við myndum mjög gjarnan vilja sjá fara í eitthvað annað. En þú auðvitað nærð þeim ekki niður nema þú borgir niður skuldirnar. Og til þess að borga niður skuldirnar, þá það reksturinn að vera jákvæður en ekki neikvæður. Já, en út af því að ég talaði mann sem sagði mitt við þurftum að skoða í rauninu stóra tölunar til þess að gera ráð fyrir því að það væri hægt að koma betur í horf opinberum rekstri. Og þú einmitt segir það bara þeirra sem hafa lýðræðislegt umboð sem eiga að vera að fjalla þetta. En ég meina þetta hefur líka áhrif á atvinnulífið. Ríkið þurfti að skera hnútinn á kjarasamningsviðræðunum með 80 milljarða innkomu sem að verður náttúrulega bara örugglega tekin að láni líka og þar að leiðandi fer það í þennan vaxtakostnað sem þú ert að tala um. Hvernig, út af því að eins og segi, þú ert í þessari stöðu, pólitískt og ekki pólitískt, en þú lítur að þurfa að hafa einhvers konar skoðun á því
hvernig það má vera að í svona ótrúlega miklum hagvexti getur ríkið í rauninni haldið úti jafnmiklum eða meiri ríkisútgjöldum sem að þarf þá að vera tekið að láni sem þarf svo að vera greitt af aukinni skattpíningu á fyrirtækin. Við erum alltaf og við munum sem sagt berjast fyrir því og það sérðu ég með öllum umsögnum sem að Samtök atvinnulífsins veita mitt fjárlög og fjármála áætlanir. Við auðvitað tölum fyrir jafnvægi í ríkisrekstrinum og það er bara frábært að þú minnist á sko útgjöld hins opinbera í tengslum við kjarasamningana. Ég er þeirra skoðunar og ég veit að við erum það öll sem að erum sko í forsvari fyrir fyrirtækja, ég veit að forsvarsmenn fyrirtækja og þeir sem að eru innan Samtaka atvinnulífsins, starfinu Samtaka atvinnulífsins eru sammála þetta að sko kjarasamningar eiga að vera samningar á milli aðila vinnumarkaðarins. Við hins vegar búum þannig í þannig umhverfi að það hefur og það er hefð fyrir því á Íslandi að stjórnvöld komi að þessum samningum. Okkur finnst það bara ekki eðlilegt, en það er hefð fyrir því. Og það er svo sannarlega ekki sko krafa Samtaka atvinnulífsins að stjórnvöld komi að gerð kjarasamninga. Það er hins vegar krafa okkar viðsemjenda að þau gera það. Og þá er aftur pólitíska svarið sko, ef að stjórnvöld ákveða að gera þetta á sínum tím eða í hverju tilfelli fyrir sig, að þá verðum við að geta treyst í að sko þær ákvarðanir sem eru teknar aðkomu ríkisins séu byggðar á lýðræðislega umboði þeirra sem eru að taka þessar ákvarðanir. En okkur finnst þetta og það kom alveg, við áttum samskipti og samtöl við forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar þegar við vorum í þessum kjarasamningum þar sem að við vorum að segja að það væri alveg skýrt að sko ef að stjórnvöld ætluðu sér að koma að þessum samningum og ætluðu með einhverjum hætti að sko senda sér reikningin til atvinnulífsins að þá þyrftu við að fá upplýsingar það fyrirfram áður en að stjórnvöld myndi gera slíkt samkomulag. Sko. Já, vegna þess að þá myndum við taka þann kostnað með í kostnaðamati okkar. Þetta var það sem að við komum alveg skýrt að framfæri. En aftur, við berum ábyrgð á því að semja við okkar viðsemjendur og þessi samningar sem að við gerðum með þetta núna og stjórnvöld koma að með ákveðnum hætti, það er algjörlega, það er þeirra ábyrgð. Það er okkar ábyrgð að gera kjarasamningana en við teljum að þessi samningar hafi verið mjög mikilvægir en það muni þetta ekki komið ljós fyrir eftir á til þess að ná svona þessum efnahagslega stöðuleika sem að við þurfum. Og þetta eru öðruvísi samningar heldur en við höfum verið að gera undanfarin ár, en spurningin er bara hvort að tilgátan reynist sönn eða ekki, það mun ekki komið ljós fyrir eftir á, sko. Nei, við þurfum að hittast eftir ár. Já, ég er til í það. Svo er líka bara spurningi hvort að þeir munu koma yfir höfuð til með að halda út af því að ég minna það var eitt sem gerist í þessari viku, við erum að tala núna á föstudeginum, hvað er, 2007? 2007. Ragnar Þór Ingólfsson var með þér í pallborðinu þar sem að hann sagði bara hreint út að hann ætlaði að gera allt í sínu valdi og ég held að hann hafi sagt það svona 4 sinnum og það var ekkert frettnæmt að svo veriðist og ég var bara, vá, þetta er örugglega það merkilegast sem hefur gerst varðar allt þetta dót og svo kom kompastátturinn náttúrulega vinnumannsal og eitthvað þannig en þetta var svona merkilegast sem mér fannst allavega að gerast á vikuna varðar kjarasamninga en hann sagði bara 4 sinnum eins og ég segi að hann ætlaði að gera allt sem hann gæti til að komast úr þessu samningum. Ég verð að viðurkenna það, ég mitt var við þetta eins og sagðir í þessu pallborði og þessi afstaða Ragnar Þórs, hún olli mér alveg gríðarlega miklum vonbrigðum og ég verð að segja það að með hliðsjón af því hversu í rauninni breyttar aðstæður eru í samfélaginu efnahagslega akkurat núna versus fyrir 1 ári síðan, þá eru þetta viðhorf sem að þarna birtist svo vægt sé til orða tekið undarlegt. Við gerðum þessa langtíma kjarasamninga og þetta var gríðarlega mikið átak að ná að gera þessa samninga og þarna fór í rauninni forysta verkalýðshreyfingarinnar tók sér forystu sæti í því verkefni að ná efnahagslegum stöðuleika og hafði hugrekki til þess að gera samninga sem að framkalla breytingar, grundvalla breytingar sem við þurfum til þess að ná efnahagslegum stöðuleika með því að semjum launahækkanir sem að samræmast verðstöðuleika. Hvað gerist síðan? Við erum komin hálft ár
frá því að við skrifum undir og notabenni sko við skrifum undir og svo hérna taka auðvitað samningarnir gildi og þú veist við erum rétt byrjuð að sjá ávinningin að því hvað við gerst á þessu hálfa ári. Fyrir ári síðan þegar við vorum að byrja viðræðunar þá var verðbólgan 8% með og án húsnæðisliðnum. Stýrivextirnir voru 9,25, alveg svo þeir eru í dag, en menn voru spáði að þeir myndi fara upp í 10%. Núna, þegar að Ragnar Þór einmitt kemur fram og heldur þessu fram að hann muni berjast með kjafti og klóm fyrir því að sko samningarnir verði einhvern veginn ógildir, ég svo sem áttum ekki alveg á því hvernig hann ætla að gera það, en þegar hann segir þetta, þá er verðbólgan núna, hún er komin í 5,4%, án húsnæðisliðarins 2,8% og núna eru sko efnahagsbátnar að gera ráð fyrir því að stýrivextirnir verði komnir í svona 6-7,5% í lok næsta árs. Þannig að sko ávinningurinn sem að við erum nú þegar farin að sjá eru þetta alveg gríðarlega mikill en þetta eru þetta langtíma verkefni og ef við ég bara verða að viðurkenna það eins og ég segi, þetta bara kom mér verulega á óvart og olli auðvitað vonbrigðum vegna þess ég veit hversu mikil samstaða er einmitt þetta verkefni að ná efnahagslegum stöðugleika en þá núna. Þetta var stærsta áskorunin og stærsta áhyggjuefni bæði heimila og fyrirtækja fyrir ári síðan. Núna, þegar við erum að kanna á meðal sko okkar félagsmanna, hvað er það sem skiptir mestu máli að breyta í þínu rekstrarumhverfi, þá er það ennþá þannig að það er sko verðbólga og vextir sem að fyrirtæki telja mikilvægast að við náum tökum á. Og við erum þrátt fyrir það að það er erfitt að fara í gegnum svona breytingar. Þú veist, það er vont. Þetta er svona hlutinni þurfa að verða óþægilegir áður en þeir byrja að batna. En við erum svo sannarlega á réttri leið og það eru þetta ábyrg afstaða allra þeirra sem eru að standa baki svona samningum að vilja gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að til þess að samningar haldi. Það er verkefnið. Ekki að búa til sko einhvers konar upplausnar ástand. Nei, en er ekki nokkuð fyrirsjáanlegt að við fáum upplausnar ástand meðan að ríkisstjórnin er í svona sandkassaleik núna stanslaust? Hvað finnst þér það? Þú er bara svona með létti spurningar. Já, nei, ég meina, ok, þetta er samt